Tvöfalt gler eftir Halldóru Thoroddsen. Þetta sem sagt bók, hún var nú hérna í viðtali í síðasta þætti, fjallar ástir gamals fólks, það er gömul kona sem að lifi lífinu eins og hún sé ekki bara gömul og hérna einhvern veginn komin upp í hillu. Þetta eins og manneskja. Þetta lýsir þetta bara svona inn í hugarheim konu sem er komin vel á áttræðisaldur og er ekki til í að gefa það, en það er allir eiginlega búin að gefa hann upp á bátinn. Hún er orðin að búa stillinni upp eins og titillinn vísa til á bakvið tvöfalt gler. En þetta er hörku kettling sem hefur lært heimspeki og eðlisfræði, eldklár, en það hefur bara engin þörf fyrir hana og hugsanir hennar og pælingar eru frábærar. Og mér finnst til dæmis í þessari bók þá tekst Halldór að lýsa karakterum kannski 2-3 línum þegar maður sér það algjörlega fyrir sér. Og hún fjallar ekki bara að vera gamall, heldur fjallar hann svona lífið og eins og Halldór kom með sér inn á hér, minni mig, þá er það börn og gamalmenni, þeim er svona þau eru tekin út fyrir sviga. Einhvern veginn flokkuð saman sem heild og bara sett svona einhvern veginn til hliðar. Já, maður finnur ákveðin svona í þessari bók, sko, hversu höfundin ósáttur við þessa skiptingu sem alltaf er. Og það er verið að flokka fólk og hólfa það niður og hún lýsir yfir hvernig gamalt fólk það er ósvalt svipt frelsinu og það er talið bara alveg sjálfsagt. Það er alls konar fólk sem vill ráðskast með það og tilfinningar þess eins og börn. Eins og þegar hún ætlar að verður ástfangin þá svo farið að reyna að telja hann ofan að þessari vitleysu. Já, en hún er eiginlega að segja mjög margt í þetta er mjög stutt bók. Hún er til dæmis að fjalla íslenskt þjóðfélag, græðgina og hrunið, það kemur þarna aðeins, en mér finnst henni taka einmitt að segja svo margt í fáum orðum og þetta er hófstillt og lágstemt og mér finnst að kona með þessa hæfileika verða að skrifa meira. Hún bara á að gera það. Hún hefur reyndar sýnt það áður í örsögunum sínum, finnst mér að hún er frábær höfundur og henni liggur mjög mikið á hjarta og hefur mikið að segja og mikið erindi við okkur. Nánaflega erindi, já. Þessi bók er líka miklu meiri heldur en umfang hennar þarna gefið til kynna. Hún er það nefnilega. Og það eru líka bara stórkostlegar athuganir sem maður getur yfirfært bara á eigið líf eins og einn í vinahópi hennar. Það hafa allir vænst svo mikið á honum. Svo bara í seinni helmingi í bókarinnar deyr hann. Það er svo gengur. Kannski engin ástæða til að hlæja því, en svona er þetta. Svona fer fyrir okkur líka. Já, við eigum þetta eftir líka. Í draumi sem hvers manns er fallast falið.